Þá það JavaScript og það þessi þriðji póll í þessari heilögu þrenningu sem HTML, CSS og JavaScript. En JavaScript túlkar skriftumál byggt á prótótípum með dýnamískar veikar týpur, fyrstaflokksföll og stuðning við hlutbundna, gildinga og fallaforritun. Og þetta ætti svona að vera kunnuglegra núna en þegar ég las upp fyrir ykkur fyrr á önunni. En JavaScript var búið til þarna á árdögum Vafrana af Brendan Eich fyrir Netscape og í dag skilgreint og staðlað af ECMA og heitir þar ECMAScript sem síðan JavaScript útgáfan sem Vafrarnir síðan útfæra. Og útgáfa 5 það sem stutt að öllu leyti að hér bil öllum öfrum. Og við byrjuðum á því að fara yfir þessa útgáfu 5 og það það sem við vitum að í raun það sem við getum alltaf skrifað í öllum öfrum. Og við fórum síðan yfir útgáfu 6 eða ECMAScript 2015. JavaScript með svona Java-like syntax, tekur koncept frá awk, Perl og self. Í JavaScript semikomman svona áhugaverður hlutur, en hún svona statement terminator sem segir til hvenær við förum úr einu statementi í forritun okkar yfir í annað. En ólíkt Java og C þá henni ekki krafist og það svona algoritmi skilgreindur sem að segja til það hvernig túlkurinn bætir henni sérstaklega og sjálfkrafa við. Og maður getur lent í vandræðum með þetta. Til dæmis minn uppáhalds ég tók nú ekki það dæmi, en það það ef við ætlum að keyra eitthvað og keyra einhverja aðra segð sem hefur einhver side effect á eftir, þá mun túlkurinn ekki setja semikomu hér, heldur mun hann túlka þetta sem í raun margföldun hérna á milli. Og svo return gildið, return á föllum, verður alltaf að hafa í raun bil og svo fyrsta stakið í skilagildinu á eftir sér. Þannig að við getum ekki gert return, ný lína 1. Það munum vera að túlka sem return á undefined og svo bara 1. Við skilgreinum breytur í JavaScript með var og getum aukalega gefið breytunum gildi og það í raun hástafa næmur syntax. Og ef við sleppum því að setja var fyrir framann, eins og við myndum bara skrifa foo hér, þá myndum við setja breytuna í global scope sem við viljum alls ekki, því þá fáum við alls konar leiðilega hluti. Og það myndi að leiða að við erum að lega einhverju gildi, við getum verið að yfirskrifa eitthvað annað sem einhver annar að gera, við erum að fara að gera það hugsanlega þannig að föll sem við erum að nota í svona, þegar við komum með svona closure, erum við vitlaus gildi og svo framvegis, þannig bara fullt af bad time, þannig að við skrifum alltaf skilgreinum alltaf breytunum okkar annarkvort með var og svo let eða const þegar við skrifum 2015. Dýnamískar týpur, það þýðir það að við skilgreinum ekki hvernig týpa á breytun okkar. Við segjum ekki int foo eða string foo eða char foo, heldur eru gildin okkar að fara að hafa týpu. Þannig að sér í lagi getur þær verið strengir, number, boolean, function, undefined eða object. Og þá þýðir það síðan að við getum breytt breytunum okkar þannig að við fáum mismunandi gildi með mismunandi týpu og það allt í lagi. Og það í raun síðan reglur sem koma inn í það þegar við erum að nota svona þegar við erum með breytur sem ekki týpaðar og við gerum eitthvað við tvær breytur sem eru með mismunandi týpu og gildi, þá eru reglur sem segja til hvernig þeim mun vera kastað. Þeim mun vera kastað ef við leggur saman streng og tölu, þá eru reglur sem segja til hvernig það gert. Og þessar reglur og þetta hugtak það svona type coercion. Þannig að það er að taka eitthvað type á einhverju gildi og það er að coerca það yfir eitthvað annan type, þannig að sé þetta í evaluate það saman. Þannig að ef við tökum streng og leggjum hann saman við töluna 1, þá fáum við út strengin, segjum strengurinn 0 plus talan 1, þá fáum við út strengin 0,1. Af því að þarna eru reglur sem segja til það ef að fyrra gildið strengur, þá seinna gildið kastað yfir streng og því sem concatenate saman. Hvað gerir það ekki mínus? Það veit enginn. Jú, það er vel skilgreint, en þess vegna mjög gott að temja sér mjög agaðar vinnureglur þegar við erum að vinna með JavaScript.
Síðan erum við með primitive týpur í JavaScript sem eru string, number, boolean, undefined, null, function og function og þær koma inn á því hvernig í raun referensar eru passaðir þegar við tölum síðan föll. Við erum síðan með flæðistýringar sem eru svona kunnulegar. Við erum með if og else, við erum með switch statements, við erum með for loopur, við erum með síðan for in sem annað af því að við erum með þessa objekta í JavaScript þar sem við getum verið að ídra yfir lyklana í hlutnum og við erum með while lykkjur og svo erum við með do while líka. Föll í JavaScript eru blokkir sem eru hugsanlega með nafn þannig að við getum verið með ónefnd eða anonymous functions í JavaScript og föll geta haft enga eða fleiri færibreytur og hugsanlega með eitthvað skilagildi. Ef ekki þá skilur fallið undefined. Og föll eru hlutir eins og flest allt annað og geta því verið gildi í breytu. Af því við sáum hérna type, ekki hlutur. Og því getum við verið með breytu sem inniheldur fall og við getum sendt fall inn í fall. Svo erum við með hugtökin truthy og falsy sem tækist á þessu að það sé weak typing í JavaScript. Þá er það þannig að ef við erum með hlut og við ætlum að athuga, við keyrum eitthvað svona boolean test, if einhver sagð og þá mun sú sagð geta skilað gildi sem að hagar sér eins og false en í raun og veru ekki false og þá tölum við þetta sé svona fake true sem truthy og fake false sem falsy. Og þá virkar það þannig að hérna kemur dæmi type coercion sem ég var að reyna að segja áðan með plúsana hérna. En með truthy og falsy þá erum við með reglu sem segja til það að tómistrengurinn falsy þó hann sé ekki false og 0 falsy þó það sé ekki false. Og síðan allt það sem ekki falsy truthy. Og þetta gefur okkur bæði svona áhugaverð virkni sem við getum notað okkur eins og tómfylki eru falsy. Og þá getum við nýtt okkur þetta síðan með öðru hugtaki sem short circuiting sem svona áhugavert en getur líka látið okkur lenda í svona böggum sem við gerum ekki ráð fyrir af því þetta ekki eins strikt og maður myndi vilja. En svo erum við með villumeðhöndlun í JavaScript og við höfum hana í formi exceptiona og með svo try, catch og finally statementir út það. Þannig að við getum í raun kastað villum, gripið þar, meðhöndlaðar og svo gert eitthvað clean up með finally. Svo erum við líka með regular expressions í JavaScript og þær eru skilgrindar með new regexp búið til nýjan hlut sem innbyggður í málið eða með því að nota svona shortcut syntax sem segir // sagðinn, / og svo þessi flögg og flöggin geta leyft okkur að breyta í hvort að það sé case insensitive eða ekki og fleira. Svo erum við með fleiri virkni í kringum föll í JavaScript en þau leyfa okkur að JavaScript leyfa okkur að skilgreina svona variatic functions þar sem við getum búið til föll sem taka óskilgreindan fjölda færibreytum. Þannig að þá höfum við svona hlut inn í hverju falli sem svona array-like hlutur af færibreytunum. Þannig að við getum í raun búið til fall og við getum kallað með 1, 2, 3, 4, 5. Þá getum við bara kallað í arguments 0, það 1, arguments 1, 2 og svo framvegis. Og svo þessi fylkislíku hlutir. Þá eru þeir eins og fylki en hafa ekki aðgang að aðgerðum eins og pop og push. Svo erum við með scope og scope-reglur í JavaScript eru þannig að við erum með lexical scope per hvert fall sem við skilgreinum og þá fyrir breytinnar en aðeins sem við notum var annars í raun faraðar í global scope og eru aðgengilegar allstaðar frá og síðan ef við skilgreinum einhverja breytu utan falla þá eru þær í global scope. Svo erum við með nafnlaus föll og það þá þegar við bindum föll við breytur á þess að gefa þeim eitthvað sérstakt nafn. Þannig að hérna erum við með breytuna foo sem við bundin fallið, ónefnda fallið sem tekur bar og gerir eitthvað við það. Þannig að hérna getum við búið til fall án nafns. Og svo getum við skilgreint líka föll
án nafns og keyrt þau strax og þá getum við búið til í raun skóp fyrir inn í þessu hérna nafnlausa falli til að gera einhverja hluti og það notum við síðan til að búa til svona module sem að encapsulatar virknina okkar frá umheiminum eins og við vorum að gera í verkefni 3 og 4. En svo getum við líka skilað föllum úr föllum og skoðum aðeins eftir hvernig það síðan, við skoðum það og munum kíkja að rifja upp hvernig það skilja okkur í svona fallaforðum. En svo í ECMAScript 5 þá hugtak hoisting sem getur gefið okkur, getur valdið okkur hausverk. En það þannig að þegar við skilgreinum breytur með var innan einhvers skóp skilgreiningunni á breytunni ítt efst í skóp. Þannig að þó að við skrifum einhvers staðar í línu 20 í ykkur falli var fú jafnt á 1 þá í raun var fú skilgreint bara fyrst í skópinu og svo það sem við gefum breytunni gildi það keyrt það sem við skrifum var fú jafnt á 1. Þannig að það þýðir að breytan í raun til í byrjun efst í skópinu og inn í öllu skópinu þó svo að við hugsum það ekki endilega þannig. Og þetta það að hoista, breytunni hoistað upp og þetta kallað hoisting. En svo þegar við erum búin að og kunnum núna að skrifa JavaScript þá viljum við gera eitthvað við það því að JavaScript þetta sér ekkert sérstaklega spennandi nema svona eitthvað og þá viljum við tengja það við í raun síðurnar okkar eða vefinn okkar og þá getum við gert það á nokkra vegu og í æskilegri röð í raun að gera eins og með CSS að við vísum í eitthvað JavaScript-skjal sem fyrir utan vefinn okkar en svo getum við líka skilgreint kóðana inn í svona skriftblokkum og svo getum við líka bundið JavaScript við element með ýmsum svona on-attribute, til dæmis on-click en þetta viljum við alls ekki gera því að það bindur kóðan okkar alveg fast við HTML-ið okkar og það getur orðið mjög erfitt í viðhaldi. Svo í raun þegar við erum komin á þennan punkt, við erum búin að búa til eitthvað HTML, við erum búin að tengja við það eitthvað CSS og síðan eitthvað JavaScript, þá náttúrulega vafrinn að fara og síðan að færa allt þetta gúmmilaði frá okkur og það að gera eitthvað við það. Og þá kemur inn við það hvernig við teiknum síðu. Og þá náttúrulega svona fyrsta sem maður þarf að vita það að þó svo að við vísum í eitthvað CSS og eitthvað JavaScript og einhverja myndir og svona, þá það ekki þannig að þegar ég slæði inn einhverju slóð í þetta enter, þá þetta bara allt tilbúið á sömu millisekundinni. Heldur þetta í raun sótt eftir einhverjum ákveðnum reglum sem vafrinn hefur og það gert í ákveðin röð. Þannig að það fyrsta sem gert að í raun það sótt HTML sem við fáum. Síðan það parsað eða þáttað og þá í hvert meðan að vafrinn rúlar í gegnum HTML-ið og lendir á skriftblokk, þá stoppar hann, sækir þessa skrift, þáttar það og keyrir það. Og svo heldur það áfram og fyrir hvert link rel style sheet sem sést eða hverja skriftblokk þá CSS-ið sótt og parsað og síðan HTML personinu líkur og þá síðan teiknuð og þá getur það gert þannig að við erum með eitthvað skrifttag eða skriftblokk, skriftelement einhvers staðar og það með eitthvað rosalega mikið af JavaScripti sem rosalega erfitt að þátta og þá erum við að bíða alltaf eftir því þannig að þá skiptir máli hvernig við röðum því hvar við setjum í raun vísunum okkar í skrift. Þannig að yfirleitt það gert rétt áður en við lokum body til þess að það sé búið að þátta allt meginmál síðunnar og það seinasta sem gert í raun að sækja skriftið okkar og síðan DOM-tríið búið til og þá fáum við DOM content ready eventin sem þýðir að við getum í JavaScriptinu okkar byrjað að eiga við síðuna. En já, og það hérna. Og þá það einmitt þegar við festum okkur á þennan atburð að DOM-tríið sé tilbúið, þá getum við byrjað að eiga við það. Af því að ef við gerum það ósnemma, þá vafrinn ekki búinn að búa til tríið og við förum eitthvað að reyna að finna eitthvað, einhverja linka eða eitthvað div með einhver efni og það bara ekki til, af því að við erum of snemma í því. Við þurfum að bíða þannig til að vafrinn búinn að keyra sitt. Og þá það DOM content loaded
viðburðum sem segir okkur það að við getum byrjað að keyra eitthvað. Þá getum við sett það í eitthvað fall, þá keyri fallið. En DOM-ið er síðan þetta Document Object Model sem er svona skilgreining sem er hlutlaust á plattforma og mál. Þetta er ekkert bundið við JavaScript eða við HTML. Heldur er þetta bara svona módel sem segir okkur til það hvernig við getum búið til dýnamískar breytingar á efni, skipulagi og útliti skjala. Og oftast erum við að vinna með HTML eða XML. Þannig að við getum í raun fundið einhverjar nóður í þessu tríi og gert eitthvað við þær. Fluttar, eitt þeim, bætt við þær eða svo framvegis. Og svo til þess að finna þessar nóður sem við ætlum að gera eitthvað við, þá er langbest að nota query selector sem er fall sem á svona rætur svona rekja til jQuery en er í raun mun hraðara. Já, jQuery náttúrulega notar þetta bara í dag einhverju liti, en þetta byggir á því að nota CSS selektora til þess að finna þessi element. Þannig að query selector leitar depth first að fyrsta elementi sem passar við selektorinn og skilur okkur því, þannig að þá getum við átt eitthvað við það. Og svo getum við beðið dokumentið í heild sinni eitthvað element, eða við getum beðið eitthvað element þá börn þess. Þannig að við getum í raun verið að skoða annarkvort allt tríið eða eitthvað hlut tríið út frá því sem við erum búin að finna áður. Svo höfum við annað fall sem er query selector all sem virkar eins nema það finnur öll element sem passa við selektorinn. Og þetta skilar statískum lista, ekki svona lifandi lista eins og sum önnur föll gera eins og hérna get element by ID. Þannig að það uppfærist ekki eftir að við erum búin að gera einhverja breytingar á DOM-inu. Já, ég laga ekki eins og villinu hérna. Þannig að við getum í raun fundið öll div og spön á síðunni og þá fáum við bara svona array-like, svona fylkislíki sem að við getum unnið á og fundið. Fundið þá þau element eða gert breytingar á þeim öllum með því að ídra í gegnum og svo framvegis. En það er eitt er að finna þessi element sem við ætlum að vinna með, en svo ætlum við að búa til einhver ný element og þá höfum við fallið document create element sem býr til bara eitthvað element á einhverjum stað. Það lifir bara einhver stað hana í einhverjum JavaScript heap út í buskanum og við búum það til. Svo getum við búið til text node sem er þá í raun þessi yfirleitt eru laufin í nóðunum okkar og við getum sett attribute, það er fall sem að setur eitthvað attribute elementi, þannig við getum sett class, við getum sett ID og svo framvegis og svo notum við föll á node sem er þetta hugtak sem er eitthvað stak í trén okkar til að bæta þessu við DOM-ið. Þannig að við erum búin bara til eitthvað element, gerum eitthvað alls konar við það, en ef við síðan festum það aldrei við DOM-tríið þá gerist ekki neitt. Og þetta náttúrulega ætti því að vera mjög kunnug úr verkefni 3, þar sem að þetta var í raun kynntust í hvað þetta er afskaplega svona verbós og mikill kóði sem maður þarf að skrifa til þess að gera tiltölulega einfalda hluti að því sem maður myndi halda. En þetta er sem sagt eitt af því sem við erum yfirleitt að gera þannig að vinna með JavaScript á vefjum. Við erum að búa til eitthvað, við erum að breyta því hvernig síðan lítur út og hvernig hún lítur út eftir því að það sé eitthvað interakta við hana. Þannig að þá sé eitthvað, það gerist eitthvað og við breytum síðan út frá því. Og það í raun er síðan hvernig við notum atburði til þess að festa okkur inn í það. Þannig að við getum sagt það að alltaf þegar að vafrinn er búinn að búa til DOM-tríið þá viljum við keyra út kóða eða alltaf þegar notandinn er búinn að gera eitthvað ákveðið þá keyrum við út kóða. Þannig að ef notandinn smellir á þann taka þá keyrum við einhvern JavaScript kóða. Og svo segjum við okkur svona, þetta er svona observer pattern, þannig að við segjum að við viljum taka þátt í einhverju þegar eitthvað gerist. Þannig að þá getum við sagt skilgjum það og svo þegar þessi atburður á sér stað þá heldur vafrinn að tækið utan það hverjir hafa skráð sig fyrir þeim og þeir eru látnir vita í svona first in, first out röð. Og þá er það þannig að það er ein meðhöndlun, hún klárast, næst á sér stað, hún klárast og svo framvegis. Og ef engin meðhöndlun á sér stað og þeir eru nóðu, til þess að við ítum okkur takka að það gerist ekki neitt, þá flýtur atburðurinn upp DOM-tríið. Takkin er í einhverju boxi, hugsanlega getur boxið verið búið að skilgreina alltaf þegar að klikka á eitthvað inn í mér, þá vil ég gera eitthvað. Og svo framvegis, fer upp í dokumentið. Dokumentið vill að vera einhvern tímann klikkað einhvers staðar á síðunni, þá vil ég gera eitthvað. Þannig flýtur hann upp
og við getum stoppað það með ákvörðu á eventnum. Við getum sagt stop propagation á eventnum, þá flýtur hann ekkert lengra en þaðan sem að við meðhöndluðum hann. Þannig að við getum svona stýrt í hvernig atburðir fljóta upp tréð og getum síðan stöðvað þessa sjálfgefnu meðhöndlun. Þannig að við getum sagt það, við viljum taka yfir það að ef það klikkað á einhvern link og honum sé fyllt og farið yfir okkur aðra síðu, heldur getum við húkað okkur inn í það og kert eitthvað Ajax-kall og birt einhverju önnur gögn í staðinn. Og við skráum okkur á þetta með þessu document get element, með element.add event listener og element.remove event listener til þess að afskrá okkur á þessu. Síðan höfum við þarna með, sem við sáum á hann, nafnlaus föll sem við getum kert strax. Og með því getum við búið til þessi svona module pattern sem að notar þá þessar lokanir, closures, til þess að einangra forritið okkar. Og þá erum við aðeins með nafnið á því módjúli í Global Scope, ekki öll föll eða allar breytur sem eru innifaldar í virkninu okkar. Þannig að við getum síðan búið til eitthvað svona lítinn API fyrir það hvernig á að nota forritið okkar og svona hjúpað okkur frá restinni af heiminum sem er alltaf mjög gott. En þá lítur það einhvern veginn svona út. Við búum til eitthvað fall hérna sem við keyrum strax og hér skilum við einhverjum hlut sem er þá með einhverju public breytu, public method og þessar þessi föll hér, af því að þetta er lokun yfir í raun allt fallið, hafa aðgang að þessum private föllum og private breytum. Þannig getum við notað JavaScript-málið til þess að svindla og fá svona encapsulation. En tökum núna smá pásu og við klárum JavaScript og þetta allt.